Silungi hefur snarfækkað í Lagarfljóti eftir tilkomu Kárahnjúkavirkjunar. Gruggugt jökulvatn úr Jökulsá á Dal gerir lífsskilyrðin mun erfiðari. Silungastofninn í Lagarfljóti hefur átt undir högg að sækja með tilkomu Kárahnjúkavirkjunar. Fljótið gruggugra en áður og lífsskilyrði silungsins erfiðari. Veiðimálastofnun hefur undanfarin ár fylgst með lífríki Lagarfljótsins og þá sérstaklega hvaða áhrif það hefur haft á silungsstofninn að Jökulsá á Dal renni í fljótið. Frá byggingu Kárahnjúkavirkjunar hefur ánni verið veitt í fljótið en menn óttuðust að jökulgrugg myndi hafa áhrif á lífríki þar. Þær spár virðast ætla að ganga eftir. Menn hafa tekið eftir því að Lagarfljótið hefur skipt lit. Það hefur líka gerst það að við jökulgruggi þá nær ljós styttra niður í vatnið og yfirleitt er það sem ljós tillífunin og undirstaða lífrænaframleiðslu og þegar að það minnkar að þá dregur úr framleiðslu og yfirleitt endar það með því að það dregur líka úr fæðu fyrir fiska. Sem dæmum hversu gruggugt fljótið orðið þá sína mælingar Veiðimálastofnunar að skyggni í fljótinu við Egilsstaði var 60 cm fyrir virkjun en nú komið niður í 17 cm. Eins sýna rannsóknirnar að nú veiðist minna af fiski í fljótinu auk þess sem hann smærri. Fleiri rannsóknir í gangi á lífríki Lagarfljótsins, meðal annars verið að skoða magn þörunga og eins verið að athuga hvaða áhrif gruggið hefur á uppgöngu fisks við Lagarfoss. Menn hafa hins vegar minni áhyggjur á Lagarfljótsorminum í hinu brúngruggaða fljóti. Ég hef trú á að hann sé bragðóttur og gæti snúið á umhverfið, þannig að við skulum vona það að hann dafni hér og þroskist og verði hér áfram. Veiðibændur við Lagarfljót hafa áhyggjur af lífríki fljótsins. Aldrei hefur jafn lítið að fiski veiðst í fljótinu, enda telja menn að fiskurinn rati ekki lengur upp fljótið vegna gruggs úr jöklu. Eins og greint var frá í fréttum RÚV í gær sýna rannsóknir Veiðimálastofnunar að lífríki Lagarfljóts hefur breyst umtalsvert með tilkomu Kárahnjúkavirkjunar þegar farið var að veita Jökulsá á Dal í fljótið. Að sögn formanns Veiðifélags Lagarfljóts vissum hann að jökla myndi hafa áhrif á lífríki fljótsins en það kemur veiðibændum verulega óvart hversu gruggugt fljótið orðið. Samkvæmt mælingum skyggni nú 17 cm þar sem það var 60 cm fyrir tíma virkjunarinnar. Gruggið ekki bara talið hafa neikvæð áhrif á fæðu fisksins, heldur líka á gengd hans upp fljótið. Með tilkomu gruggsins, raunverulega úr Jökulsá á Dal, hún virðist hafa minnkað gengdin alveg jafnvel tekið fyrir hann og fiskurinn aðeins magrari. 3 silungstofnar eru staðbundnir í Lagarfljóti en einnig hefur sjógenginn fiskur fundist í fljótinu. Í fljótið renna 7 stórar veiðiár og breytingarnar í fljótinu hafa því einnig áhrif á veiðina þar því fiskur úr fljótinu gengur upp árnar til þess að hrygna. Gruggið í fljótinu hefur valdið því að það minni fæða fyrir fiskinn og óttast að fiskurinn lifi þessar breytingar ekki af. Eina ráðið sem við kunnum það náttúrulega bara að skila jökla aftur til síns heima. Umhverfisráðuneytið taldi fyrir 10 árum að Kárahnjúkavirkjun myndi ekki hafa áhrif á lífríki Lagarfljóts. Annað hefur nú komið á daginn. Formaður Landverndar telur að rannsaka þurfi hvernig ráðuneytið komst að þessari niðurstöðu. Í umhverfismatsskýrslu Landsvirkjunar og umsögn Skipulagsstofnunar Kárahnjúkavirkjun kom fram að með tilkomu virkjunarinnar myndu lífsskilyrði fiska í Lagarfljóti versna. Það hefur komið á daginn eins og fréttastofa greindi frá í vikunni. Í úrskurði umhverfisráðuneytisins frá árinu 2001 því hins vegar haldið fram að áhrif virkjunarinnar verði lítil á lífríki Lagarfljóts. Formaður Landverndar telur að ráðuneytið þurfi að útskýra þá niðurstöðu. Ég veit til dæmis að það var ekki leitað eftir upplýsingum hjá Náttúrufræðistofnun á þessu tímabili. Þannig að þetta einmitt það sem ráðuneytið þarf að útskýra hvaða forsendur það hafi til að komast að þessar niðurstöðu. Guðmundur Hörður segir það vekja athygli að niðurstaða ráðuneytisins hafi komið eftir aðeins 3 mánaða vinnu þar. Ef að ráðuneyti getur ekki gefið fullnægjandi skýringar á þessari niðurstöðu sem að það komst að fyrir núna 10 árum síðan, að þá tel ég full ástæðu til að fara í allsherjar rannsókn á því hvernig þessi úrskurður var unnin á sín tíma. Fyrir 10 árum lagðist Skipulagsstofnun gegn því að Kárahnjúkavirkjun yrði reist, taldi umhverfisáhrifin of mikil. Sá úrskurður var kærður til umhverfisráðuneytisins sem komst að þeirri niðurstöðu að virkjunin myndi ekki valda miklum breytingum á lífríki Lagarfljóts. Nú þegar mælingar sýna að umhverfisáhrif Kárahnjúkavirkjunar á Lagarfljót eru töluverð og að framburður og svifaur hefur gert það að verkum að lífsskilyrðum fiska hefur hrakað,
hefur Guðmundur Hörður Guðmundsson, formaður Landverndar, varpað fram spurningum það hvernig umhverfisráðuneytið gat komist að annarri niðurstöðu en skipulagsstofnun á sínum tíma. Í úrskurði umhverfisráðherra frá 2001 segir að það hafi verið mat ráðuneytisins að breytingar á Svifaur muni ekki valda miklum áhrifum á lífríki vatnsins. Magnús Jóhannesson er ráðuneytisstjóri umhverfisráðuneytisins. Í okkar úrskurði í sjálfu sér tekið undir þetta, þannig að það eru sjálfu sér ekki nein ný sannindi sem að menn hafi ekki reiknað með því að það er ykkur áhrif á lífríki Lagarfljóts. Ég er hérna með aðra tilvitnun sem segir vegna eðlis Lagarfljóts og lífríkis þess er það mat ráðuneytisins að breytingar á Svifaur muni ekki valda miklum áhrifum á lífríki vatnsins. Já, það er svona, þar erum við líka að tala náttúrulega meira heldur en við erum að tala um allt, það er vísað líka til fuglalífs, því þarna var fuglalíf á náttúru, sem voru náttúruminjaskrá vegna fuglalífs, og þannig að það var svona heildar niðurstaðan, og svo síðan er annað í þessu líka að það er alveg ljóst að umhverfis, eins og framkemur í úrskurði ráðuneytisins, að umhverfisáhrif virkjunarinnar eru veruleg, og það hefði ekki haft neina áhrif hafði engin áhrif á heildarniðurstöðuna, þó að vitað væri að þessi áhrif á fiskgengd í Lagarfljóti gætu orðið töluverð. Sif Friðleifsdóttir sem stödd erlendis vildi ekki tjá sig málið að öðru leyti en því að hún ítrekkaði að umhverfismat fælist í því að skoða heildstætt áhrif viðkomandi framkvæmdar á umhverfi. Það þyrfti að taka til greina bæði umhverfislega, efnahagslega og samfélagslega þætti. Dagur Gunnarsson tók saman og ræddi við Magnús Jóhannesson. Sif Friðleifsdóttir var umhverfisráðherra á þessum tíma.